Silju Báru, skilur, þú veist, með þetta öll dæmi, skilur, háskóli fyrir öll. Þú veist, í fyrsta lagi veit ekki hvað það þýðir, af því að hvað marki ekki háskólinn fyrir alla, svona eins og orðið getur, auðvitað mentastétt kannski einhverjum, þú veist, býstu að háskólinn eigi áfram að vera fyrir mentastétt, að þetta menntunarstaður, samt, þú veist, opin háskóli, það megi allir koma, öll, háskóli fyrir öll, þetta merkingarlaust, skilur, ég var að segja, þetta hefur enga merkingu, þetta er bara svona merkjasending að háskólinn er woke staður og ég nenni ekki að láta segja mér einhvern veginn eitthvað að hætta að nota orðið woke eitthvað, bara jú, það er bara leiðin til að lýsa þessu, þetta er bara woke staður og Silja Bára er fulltrúi þess arms mjög sterkur, það hefur alltaf verið, það liggur fyrir, hún notar þetta tungumál til að signalera því, en það er bara mjög vitað að bara á mörgum sviðum þá er svona hefðbundin vísindastarfsemi, svona peppandi og skemmtileg vísindastarfsemi sem er æðisleg, sko. Hún, ég ætla ekki að segja, hún er ekkert horfin, skilur úr þessu, auðvitað ekki, en hún svona er undir þessum svona woke þrýstingi, raunverulega eins og sér í bandarískum háskóla, 88% nemenda segjast falsa pólitíska sannfæringu sína til þess að ganga vel félagslega eða í náminu. Ég er ekki að segja að nákvæmlega sama hlutfall kæmi upp úr hattinum hér á Íslandi, en þú veist, þarna, þú getur alveg dregið upp hliðstæður. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/einpæling.